að hlusta sérstakann framboðsþátt Gjallarhornsins þar sem við tökum púlsinn á frambjóðendum í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Ég heiti Birta Karen og með mér er Magnús Ben og viðmælandinn okkar þessu sinni er Friðjón sem sækist eftir 4. sæti. Ertu hjartanlega velkomin? Já, takk fyrir það. Velkomin. Herru, Friðjón, segðu okkur aðeins frá þér. Bara hver er Friðjón og hvað eru þeir að gera? Já, hver er Friðjón? Ég er 51 árs, Reykjavíkingur, fæddur og uppalinn í Fossvoginum og hef síðan búið á nokkrum stöðum í bænum og býð núna í Vesturbænum. Hef líka bjó í Bandaríkjunum tíma og Spáni og fleiri stöðum, þannig að það er bara, Reykvíkingur í húð og hár, valsari, mjög pólitískur, hef alltaf verið pólitískur. Ég gekk í Heimdall þegar ég var 16 ára til þess að kjósa í prófkjöri og byrjaði í stjórn Heimdallar 23-24 ára og fór síðan í SÚS og var þar í stjórn SÚS í 6 ár og var varaformaður SÚS. Ég hef bara verið viðloðandi flokksstarfið í mjög meirihluta ævi minnar. Sitt núna í miðstjórn og það er ég. Pólitískur, fótbolta áhugamaður, Reykvíkingur og svona, já. En hvað ertu að gera núna? Ertu með eitthvað starfsemi? Já, ég á fyrirtæki með eigendum mínum sem heitir KOM, ráðgjöf, og er almannatengsla fyrirtæki. Við keyptum það við félagarnir fyrir rúmum 7 árum síðan og ég hef starfað svolítið lengi í almannatengslum og ráðgjöf. Dróst inn í það vegna pólitíkurinnar, vegna þess að ég menntaði mig ekkert í almannatengslum en eitt svoleiðis, heldur fór bara datt inn í þetta meira vegna þess að ég var búinn að vera að halda viðburði, búinn að vera að skrifa greinar, búinn að vera að gera alls konar hluti sem að eru hluti af almannatengslunum og vinur minn tók eftir þessu og baði mig að koma að vinna með sér. Og Andrés Jónsson, samfylkingarmaður, og við unnum saman í rúmt ár áður en ég varð síðan aðstofamaður tíma aðstofamaður Bjarna á þingi fyrir 10 árum síðan og þannig detti ég inn í almannatengslin og er búinn að vera í þeim síðan. Þannig að já, ég er að reka lítið fyrirtæki niður í bæ. Við erum 6-7 í vinnuðar, þannig að svona venjulega á þessum tíma er ég svona að huga því að senda út reikninga og borga laun og svona það sem að menn gera þegar menn eru að reka fyrirtæki. En ég er með gott fólk með mér, þannig að ég fæ eitthvað til þess aðstofa mig. Þessi mánaðamótin. Þannig að þú nær að einbeita þér að framboðinu? Já, vonandi. En má ég spyrja hvað ertu lærður? Ég lærði stjórnmálafræði. Svo tók ég mér hlé frá námi til þess að gerast vefforritari í internetbyltingunni kringum aldamótin og þannig að ég var og síðan fór ég þaðan inn í almannatengslin. En af hverju ætti ungt fólk að kjósa þig? Vegna þess, já, góð spurning. Vegna þess að ég held að það sem ég stend fyrir fari mjög vel saman við það sem að þær áherslu sem að ég tel að ungt fólk hafi. Það er að segja að ég er frjálshyggjumaður, ég er frjálslyndur og tel að við Ísland verði alltaf betra ef við erum opin gagnvart umheiminum, ef við erum opin gagnvart hugmyndum og opin gagnvart því sem er að gerast í kringum okkur og með fókus á það, hvað er að gerast í umheiminum. Opin fyrir erlendum áhrifum og vörum og svo framvegis og fólki líka.
Þannig að svona það sem að ég fer fram undir að við eigum að vera frjálsari og við eigum að vera opnari og þar af leiðandi verðum við betri. Það það sem að ég stend fyrir og hef alltaf staðið fyrir. Og mér finnst Sjálfstæðisflokkurinn þurfa að halda fast í þessar svona frjálslindu og frjálshygðu kjarnan sem að í sjálfstæðisstefnunni og það það sem ég stend fyrir og það það sem ég vona að ungt fólk horfi til og sjáu að þrátt fyrir að ég sé gamall eins og grönum að sjá að þá eru mínar hugmyndir og það sem ég stend fyrir það samhljómur þar. Svo ég náttúrulega yngsti kallmaðurinn í framboði. Ég ætla að segja það og ekki athygli á því daginn. Þannig að ég geri kröfu stöðningsyfirlýsingu frá samband ungra sjálfstæðismanna og heimdalli. Höfða með til unga fólks. Já, ég algjörlega. Þannig að og svo, þannig að svona, það kjarnin í þessu. Að það sem að ég stend fyrir eru svona frjálslynd og frjálshyggðar hugmyndir. Við þurfum að ég átta mig alveg á því að Sjálfstæðisflokkurinn svona tvítóna, það mjög sterkur íhaldsstrengur í Sjálfstæðisflokknum en það líka mjög sterkur frelsis og frjálslyndis og frjálshyggju strengur í flokknum sem að mér finnst að þurfi að hljóma betur og herra. Já, þú vilt aðeins losa í þessum íhaldsstreng. Já. Ok, það henni færir okkur að því bara hvað svona eiginlega þitt helsta baráttumál? Hvað myndir þú svona tala fyrir á þingi og álíka? Nú gæti ég farið inn í þetta hefðbundna og segja báknið burt og svo framvegis en það að hluta til ég meina, ég hef alltaf ég var lengi í sústarfinu og ég var lengi í ungum sjálfstæðismönnum og svo hugmyndafræði sem að við börðumst fyrir þar sem var hugmyndafræði frelsinsins hún mótar mig algjörlega í pólitík og það það sem ég myndi alltaf taka slaginn fyrir einstaklingsfrelsi, taka slaginn fyrir eignarréttinum, taka slaginn fyrir því að það sé ekki einhvern veginn sjálfsagt að framkvæmdavaldið og ríkið einhvern veginn alltaf seilist lengra og lengra. Við þurfum að komast tilbaka, við þurfum að leyfa fólki meira að ákveða sig sjálft. Ég segi stundum það alltaf að tala pappapólitíkusa og með frekar niðrandi hætti. Ég mömmupólitíkus. Það þýlítur til að þegar ég var alast upp og við sátum við matarborðið og vorum að hlusta á fréttirnar að þá var að vera að segja frá því að ríkið væri ákveða þetta og ríkið væri ákveða hitt og ég mamma sagði af hverju fær fólk ekki bara ákveða þetta sjálft og það svolítið svo setning sem að mótar mig af hverju fær fólk ekki bara ákveða þessi sjálft í hverju svo sem það sérstaklega þegar kemur að þessum svona siðferðismálum og slíku. Ég mjög stoltur af því þegar við vorum í Súsa þá skoruðum við á þingflokk Sjálfstæðisflokksins að beita sig fyrir því að leyfa ættleiðingar samkynhneigðra og við héldum fundi með samtökunum 78. Það var ekkert endilega sjálfsagt í pólitík í kringum 2000 en ég alveg stoltur af því að hafa alltaf verið á þeirri línu að fólk eigi að taka ákvörðun sjálft og bera síðan ábyrgð á því sem að tekur ákvörðun. Við þurfum að hjálpa fólki í mörgum aðstæðum en guð minn góður, við þurfum líka að treysta fólki og svona holt og bolt þá það sem ég myndi berjast fyrir. Síðan komu þetta svona mál eins og ég vil lækka skatta á fyrirtæki, ég vil lækka mér finnst það ofboðslega mikilvægt að við tökum skrefið í að jafna frekar atkvæðisréttin á höfuðborgarsvæðinu. Það að segja að hvernig misvægi atkvæða að birtast
því að ef við gerum það ekki og ef við tökum ekki þessi skref og þegar ég segi við þá er ég að tala Sjálfstæðisflokkin þá verður þetta ákveðið af einhverjum öðrum og það ekkit endilega víst að það verði besta niðurstaðan. Ég til dæmis mjög ósammála hugmyndinu að landi verði eitt kjördæmi en við getum vel jafnað atkvæðisrétt, guð mig góður, án þess þó að gera landið einu kjördæmi. Þetta er bara tækniatriði, þetta er útfærsluatriði, en við verðum að beita okkur fyrir því annars mun einhver aðrir gera það. Algjörlega, ég sé að svolítið forræðishyggina í burt bara Já. að þeirri línu Já. sem ég held að við ungi sjálfstæðismenn tökum alltaf mjög fagnandi. Já, ég allavega vona það og ef fái ég það traust til þess að farin á þing að þá stendur á mig að standa fyrir þessum hugmyndum og ef ég geri það ekki þá er hægt að kjósa mig í burtu sko. og ef ég geri það ekki þá hermið það bara upp á mig skilji. Mér finnst allt og oft fólk hafa farið inn á þing með einhverjar hugmyndir og síðan einhvern veginn dottið inn í viðja vanans það hvernig hlutirnir eru og það er nægur tími og svo framvegis. Þannig að við þurfum að hugsa pólitíkina og stjórnmálin eins og þetta er 4 ára tímabil, við höfum ekkert meiri tíma og oft minni tíma, þannig að við þurfum að ganga til aðgerða og fara að gera hluti leið og við byrjum, ekki bara að koma inn og mynda ríkisstjórn og vera síðan, nei, við ættum að gera þetta í lok kjörtímabilsins, það er langt sniðugast. Nei, gerum þetta núna, gerum þetta fyrstu 100 dögunum og vinnum síðan úr málunum þar á eftir. Framkvæmdi fram yfir loforð. Já. Þannig. Það er flott. En við vorum ætlum að setja í smá hraðaspurningar þess að fá að kynast þær betur. En þú eiginlega svaraði því á hann. Ég ætla að spyrja með hvað íslenska liði heldur? Ég er borinn og barnfæddur valsari. Afi minn var í val, pappi var í val, þannig að ég hafði ekkert val. Það er gott svo. Hvað er svona fyrsta sem þú gerir þegar þú vaknar á morgnana? Reyna að vekja úlingana á heimilinu. Það er mjög gott svo. Í hvaða menntaskóla varstu? MS. Og hver er þið drauma ríkisstjórnin? Meirihluti Sjálfstæðisflokksins. Já, gott svo. Og síðast, hvað tekur í bekk? Guð, ég hef ekki farið í ræktina síðan fyrir COVID. Við erum bara að sjá hvort einhver getur toppa formann Bjarna Fel. Ég get ekki toppa Bjarna, það er alveg garanterað. Ég er ekki búin að fara í 14 mánuði. Ég hef notað COVID sem mjög þægilega afsökum fyrir því að fara ekki í ræktina. Það er bara... Já, þá er það bara ekki meira. Bara takk hérlega Friðjón fyrir komuna og við ætlum að minna hlustundur á að prófkjörið er 4. til 5. júní og það kos á fjölmörgum stöðum í Reykjavík. Utan kjörfunda atkvæðagreiðslu hafin og mun fara fram alla virka daga frá 10 til 4 upp í Valhöll. Bara takk fyrir komuna. Takk fyrir mig.